Ég heiti Sigríður Indriðadóttir og ég starfa sem mannustjóri hjá Íslandspósti og búin að gera það núna í 2,5 ár og mannauðsfræðingur í grunninn og grunnskólakennari, þannig ég búin að vinna með fólki í langan tíma og það kannski mitt hugðarefni sem ég svo heppin að fá að starfa við okkur einasta degi. Það kannski, ég held að margir hafi fylgst svolítið með póstinum undanfarin ár og þegar ég byrjaði á póstinum þá voru margir alveg, pósturinn, af hverju ætlarðu þangað? Og í dag erum við kannski farin að vera þekkt fyrir það að við erum hugrökk og auðmjúk og þorum að taka ákvarðanir sem að koma viðskiptavinum okkar og starfsfólki okkar til góða þegar upp í staðið. Og ég held að það sé það sem einkennir svolítið stjórnunarhættina hjá okkur. Að við erum hugrökk og óhrædd við að taka á því sem að þarf að taka á, ráðast í þá hluti sem að þarf að ráðast í og höfum alltaf að leiðarljósi að viðskiptavinurinn okkar númer 1, starfsmaðurinn okkar þar að leiðandi líka númer 1 því að ánægður starfsmaður, hann veitir framúrskarandi þjónustu og gerir viðskiptavinurinn okkar ánægðan. Þannig að stjórnunarhættirnar okkar taka mjög mikið mið af þessu. Að fá fólk til að taka ábyrgð á störfunum sínum, hvern og einn starfsmann, hvern og einn stjórnanda og vinna alltaf á því að bæta og efla þjónustuna til viðskiptavinarins á nákvæmlega sama tíma og við erum alltaf að huga því að reksturinn okkar sé arðbær og heilbrigður. Við erum eiginlega, það var svolítið stórt verkefni og kannski partur af því einmitt þetta orðspor sem við höfum svolítið þurft að vinna að breyta. Eins og ég sagði áðan að þegar ég byrjaði á póstunum var svona margir svona alveg, pósturinn, hvað er það? Og í dag erum við með alveg fullt af fólki sem bara sendur okkur sími í sína, hringir og segir bara, heyrðu, mér langar að koma og vera með. Þú veist, þetta er ótrúlega spennandi vegferð sem þið eruð í. Og ég held að stór partur af því sé einmitt sá að við erum að breyta fyrirtækjamenningunni og við erum að gera svolítið handvirkt. Pósturinn er bara eitt elsta fyrirtæki á Íslandi og við höfum sögu langt aftur í aldir. Bara þegar póstmenn voru á hestum og fara með bréf og böggla út allt land og berjast í alls konar veðrum og yfir í nútíma núna þar sem við erum að færa okkur í miklu hraðari þjónustu gagnvart viðskiptavinunum okkar. Og það segir sig þar að lendi sjálft að við erum með svolítið hvað sem íhaldsamlega svona hefðbundna menningu. Og pósturinn var ríkisfyrirtæki, í dag hlutafélagi í eigu ríkisins og þannig að menningin kannski var svolítið hefðbundin. Svona stundum mætti kannski segja örlítið þunglammaleg svona ríkismenning sem að ég held að sé líka ákveðin mýta því að það þarf ekkert aldeilis að endilega vera þannig. Þannig að það verða fósturskipti hjá okkur fyrir rúm árið, 1,5 ári og þá kemur inn nýtt stjórnarteymi og við erum að vinna svona nálgast hlutina með öðruvísi hætti og vinna bara markvisst að því að breyta menningunni með þeim hætti að við séum hröð, við séum tilbúin að taka ákvarðanir, færa okkur nær viðskiptavinunum okkar og hans kröfum og þörfum hverjum sinni. Þjóðfélagi allt í kringum okkur hefur breyst gríðarlega hratt og við viljum hreyfa okkur nákvæmlega jafn hratt og þjóðfélagið æskir af okkur, skilur við. Þannig að það er ótrúlega gaman að vera að taka þátt í því að svona handvirkt að breyta menningunni og við höfum margar aðferðir til þess. Þegar kemur að fyrirtækjamenningunni og að vinna með að breyta henni þá settust við að niður og skoðum hvað þarf til. Þú veist, hvernig getum við fært menningu fyrirtækis úr því að vera svona íhaldssöm svolítið og hefðbundin sem búin að virka mjög vel í langan tíma yfir í því að vera þú veist, hröð með góðan viðbragðsflýti og svona geta þjónustað viðskiptavinin eins og hann vill að hann sé þjónustar miðað við þarfirnar í dag. Að þá sáum við þyrftum eiginlega að ná svolítið bara inn í hjartað hjá hverjum einum starfsmanni. Og við tókum það ákvörðun að byrja því að þjálfa stjórnendur og vinna mikið með styrkleika. Þannig að hver og einn starfsmaður og stjórnandi fái tækifæri til þess að átta sig á hvar liggja mínir styrkleikar og hvernig get ég nota mína styrkleika til þess að veita góða þjónustu og hafa reksturinn okkar arðbæran. Og þar að leiðandi þarf maður líka að vera meðvitaður að hverjum styrkleika geta fylgt einhverja skuggahliðar og við þurfum að vera meðvituð það hvernig við getum stýrt skuggahliðunum okkar þannig að þær taki ekki yfir.
Og þegar við tökum styrkleikan okkar og notum þá erum við alltaf að sýna á okkur góða framkomu. Þannig að við vinnum líka mjög mikið með hegðun og æskilega hegðun og óæskilega hegðun sem í daglegu tali við köllum topphegðun og botnhegðun, sem sagt hegðunina sem við viljum sjá og sýna á vinnustaðnum og kemur okkur áfram og hjálpar okkur inn á árangri, og svo botnhegðunina sem þá svo hegðun sem við viljum alls ekki sjá og alls ekki samþykkja á vinnustaðnum. Og vegna þess að í öllum fyrirtækjum, ekkert bara í póstinum, heldur bara öllum fyrirtækjum, skipulagsheildum sem ég hef unnið í og komið nálægt, þar sem að menningin kannski hefur svona fengið að þróast einhvern veginn svona hægt og tekur kannski stundum svolítið mið af þörfum kannski fortíðar heldur en frekar en þörfum nútímans, þá hafa oft myndast ákveðnar hefðir, hegðunarmynstur og annað sem að ekkert endilega hjálpa okkur í dag. Og stundum hefur myndast þannig kúltúr í fyrirtækjum að það bara allir orðnir meðvirkir með einhverju sem ekki í lagi. Hvort sem það hegðun eða frammistaða eða eitthvað sem hefur viðgengist eða bara svona virkaði áður en virkar ekki í dag. Þannig að við höfum markvisst að vinna með það að svona koma auga á meðvirknimynstur á vinnustöðunum okkar og hjálpa okkur stjórnendurum og þjálfa þá upp í að koma auga á þetta og brjóta þau upp. Og þar af leiðandi vera ekki meðvirkir, samþykkja ekki eitthvað sem ekki í lagi og hjálpa þeim að feta þessa fínu línu sem á milli þess að vera umburðarlyndur og að vera meðvirkur. Þannig að þetta eitthvað sem við höfum verið að þjálfa okkar stjórnendur í. Þeir hafa svo verið og eru að vinna með sínu fólki og sínu vinnustöðum í. Og við erum að halda áfram og verðum, þetta kannski stór partur af því hvernig við erum að breyta fyrirtækjamenningunni. Það að vinna með þessi einföldu hugtök, styrkleikar, skuggarliðar, topphegðun, botnhegðun, meðvirkni. Og það mjög áhugavert að sjá hvað áhrif það hefur haft á starfsemina hjá okkur, hjá póstinum. Það sem við erum að leggja áherslu á núna, meðal annars líka í þessari fyrirtækja menningar breytingu, að höfða til ábyrgðar hvers og eins starfsmanns. Og ég sagði aðeins í upphafi á viðtalinu að það skiptir svo miklu máli að hver og einn starfsmaður hann finni tilgang sinn. Hann hafi umboð til athafna, hann finni að honum treyst og að hann viti nákvæmlega hvert fyrirtæki að stefna. Þú veist, hver framtíðarsýn póstsins, þú veist, hver stefnan, og markmiðið okkar að hver einn og einasti starfsmaður tengi sig við stefnuna og átti sig á mikilvægi sínu í því að veita góða þjónustu, að ástunda góðan rekstur og sjá til þess að við séum að gera hlutina eins vel og hægt hverju sinni og að hann hafi umboð til þess. Og til þess þá þarf fólk að taka ábyrgð og við viljum hafa starfsfólki á okkur sem tekur ábyrgð á verkefninu sínu, sem heldur sínu teymi alveg sama hvar það innan fyrirtækisins, hvort sem það eru hjólapóstar eða stjórnendateymi eða fólk í flokkun eða hvað það haldi hvert öðru ábyrgu teyminu og hjálpist við að gera góðan vinnustað enn betri. Við erum svo heppin að hafa kynnst verkfæri sem heitir HR Monitors og við höfum núna frá því í janúar þessu ári verið að mæla mánaðarlega svona mannauðstengda þætti í starfseminni okkar og þar á meðal starfsánægju og ánægju með stjórnun og svona líðan starfsfólks og spyrjum fólk líka í hverjum einasta mánuði, að einhverju spurningu biðjum þau að gefa okkur feedback tilbaka og partur af því að taka ábyrgð og geta notið sín sem starfsmaður og ná árangri í starfi að fá endurgjöf og við stjórnendur nýtum niðurstöðurnar úr HR Monitor til þess að hjálpa okkur að gera gott betra í póstinum. Og við erum að gera þetta þannig að við mælum, setjum mannauðsmælingar út á hver einustu starfsstöð hjá okkur þar sem við spyrjum 8 spurninga og einnar opinnar spurninga þar sem við getum fengið svona hugmyndir hjá starfsfólki hvað hægt að gera betur. Og niðurstöðurnar úr þessu tökum við saman og kynnum þá öllu fyrirtækinu í heild, skoðum svona eitthvað trend aftur í tímann og þarna erum við að nota þessa mælikvarða hverjum einasta mánuði þar sem við erum að setja þá í samhengi við bara aðra rekstrarmælikvarða hjá póstinum. Þannig að við erum að skoða starfsánægju og ánægju með stjórnun og bara heildaránægju í starfi. Við erum að skoða til dæmis veikindahlutfall og starfsmannaveltu og allt slíkt og í samræmi þá við þá mælikvarða sem að tengjast rekstrinum. Við erum líka að skoða þetta í samræmi við þá mælikvarða sem að tengjast
ánægju, mælingum á ánægju viðskiptavina. Þannig við erum að reyna að horfa svona bara heildrænt á það hvernig árangur pósturinn að ná, ekkert bara út frá rekstri, því að við vitum jú að það væri ekki rekstur eða það væri ekki mannauður. Þannig að við viljum svona og erum alltaf að miða því að gefa starfsmanninum okkar ýtrustu athygli til þess að hann geti veitt viðskiptavinunum okkar sína ýtrustu athygli og bestu þjónustuupplifun sem velur á. Þetta markmiðin okkar. Eitt var áhugavert, við byrjum að mæla þessar mannauðsmælingar í janúar og bara korteri seinna, í mars, þá var bara skollið á COVID. Og þá þurftum við að hreyfa okkur rosalega hratt og gera mikla breytingar á rekstrinum hjá okkur og allir starfsemin okkar og við veltum mikið fyrir okkur, herðu, hér bara allt út allt og einhvern veginn ekkert eins og það að vera og ekki bara sleppa að mæla mannauðsmælingar og þetta bara við erum nýbyrjuð en tókum ákvörðun að spyrja fólk út í hvernig það hefði það í COVID. Starfsfólki okkar, hvernig það var að upplifa viðbrögð stjórnenda, hvernig það var að upplifa áætlun póstsins, hvernig því liði, hvernig væri verið að koma til móts við það og við bara spurðum bæði í mars og apríl fólki okkar út í það hvernig hefur það í COVID og það var mjög áhugavert að sjá niðurstöðurnar sem kom út úr þessu og eiginlega bara mjög sögulega mikilvægt fyrir póstinn að vita hvernig fólkinu leið og hvernig stjórnendur brugðust við að upp til hópa þá var fólki mjög ánægt með það hvernig viðbrögðin voru og hvernig því leið og því leið vel þrátt fyrir alla þessa skrýtnu tíma, það voru einhvern veginn allir gera sitt besta og það alveg magnað að eiga þessar mælingar, þannig að ég mæli eindregið með því að fyrirtæki hafi einhvern veginn puttan á púlsinum þegar kemur að því að upplifa, að mæla upplifun starfsfólks á vinnunni sinni og stjórnunarháttum og starfsáni, þannig að þetta að skila okkur gríðarlega miklum árangri. Pósturinn eitt þekktasta vörumerki á Íslandi og undanfarið 1,5 ár höfum við verið að vinna markvisst að því að efla póstinn sem fyrirtæki, sem þjónustufyrirtæki og þetta hefur virkilega haft áhrif út í þjóðfélagið og starfsfólk sem hefur ekkert verið hjá okkur áður farið að sýna því áhuga því að koma og fá taka þátt í því verkefni sem við erum að vinna í núna að styrkja og efla póstinn sem mjög öflugt þjónustufyrirtæki. Og það ofsalega gaman að sjá við höfum bæði fengið mjög öflugt fólk til liðs við okkur, en gaman líka að sjá áhugann sem fólk hefur á því að koma og vinna hjá okkur. Og það eru bara ótrúlega margar umsóknir þau störf sem eru auglýst hjá okkur, hvort það eru bílstjórastörf eða hvað við erum að gera. Og það virkilega gaman að sjá hvernig einhvern veginn til hefur tekist við að efla póstinn sem vörumerki, sem fyrirtæki og út á við gagnvart það sem viðhorfi bara viðskiptavinana almennings, því að við snertum á öllum landsmönnum með einhverjum hætti og það náttúrulega ótrúlega spennandi að taka þátt í því að þjónusta alla landsmenn og fullt af fólki sem vil vera með. Þegar kemur að starfsþróun þá höfum við verið að þróa nýjar aðferðir og við erum í þeirri stöðu að við erum með starfsstöðvar út allt land og það getur verið svolítið erfitt fyrir okkur að koma því á að það sé ríki ákveði jafnræði í því að allir geti fengið þjálfun og menntun og fræðslu við hæfi. Þannig að við erum að taka stór stökk því núna að auka stafræna fræðslu og þjálfun og erum að vinna markvisst í því líka. Við erum að innleiða núna nýja mannauðsstefnu sem að tekur sérstaklega á þessum þáttum að starfsfólk geti þróa sig í starfi. Bæði innan sín starfs en líka þróa sig á milli starfa. Og við höfum lagt mikla áherslu á það að þjálfa stjórnendur og þegar stjórnendur eru náttúrulega þeir sem eru bara stjórnendur mannis og hverjum einasta vinnustað fyrir sig, þannig að við höfum markvisst verið með stjórnendaþjálfun undanfarið ár og 1,5 ár og stjórnendur hafa svolítið verið að vinna í því að þjálfa sitt fólk og nú erum við að fara af stað með, eins og ég segi, mjög svo nýja nálgun fyrir póstinn, kannski mörg önnur fyrirtæki eru byrjuð á, en felast í því að nýta tæknina og framþróunina sem er orðið í tækni varðandi kennsluvefi og annað slíkt og kannski getur við sagt líka COVID hafi svolítið hjálpað okkur í því að koma okkur áfram á staði því vegna þess að allt í einu vorum við farin að, í staðinn fyrir að halda fysisk námskeið með fullt af fólki í salnum, vorum við farin að halda námskeið á Teams og fyrir okkur sem erum með starfsstöðvar víðsvegar landið þetta gríðarlega mikilvægt. Þannig við reynum að bjóða upp á eins fjölbreytta þjálfun og hægt bæði markviss námskeið sem snúa einhverju ákveðnum þáttum starfseminnar, vöruframboði og öðru slíku og eins líka að
mannlega þættinum eins og ég kom inn á áðan sem að varðar styrkleikana og hegðunina og meðvirkni og þetta allt saman, við erum líka að vinna með það. Svo bara allt þetta breiða sem að við þurfum alltaf að bjóða upp og það eru skyndihjálp og annað slíkt, þannig við reynum að hafa eins fjölbreytt fræðslustarf og hægt Betur má við duga skal, klárlega, en við erum algjörlega með puttan á púlsinum þarna til þess að gera betur. Við höfum gegnum tíðina lagt áherslu á að vinnuumhverfi starfsmanna sé eins heilsusamlegt og hægt og við erum með mjög ólíka starfsemi út allt. Við höfum haft og erum með virka öryggisnefnd sem svona ákveðin eins konar heilsu öryggisnefnd og þar sem við tökum út vinnuumhverfi starfsmanna og erum að skoða svona hvernig heilsu háttað og við erum með, eins og ég segi, mjög ólíka vinnustaði og það mjög ólíkt hvernig við getum nálgast það að gera vinnuumhverfið aðlaðandi og gott fyrir alla starfsmenn. Við erum til dæmis með vinnuumhverfi hjólapósta sem bara úti, utandyra. Og vinnuumhverfi hjólapósta þannig að þeir koma til dæmis á morgnana og taka hjólin sín út og klæða sig viðeigandi fatnað og þeirra vinnuumhverfi getur falið í sér rigningu og sól og vind og snjó allt saman daginn. Þannig að við þurfum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja það að öryggi og aðbúnaður þessa hóps sé góður. Þannig að við leggjum áherslu á að vinnuumhverfi sé gott hjá okkur og við séum að fræða starfsmennin okkar heilsutengda þætti. Og við höfum haft heilsu- og öryggisviku einu sinni á ári og það sem við erum líka að gera núna með að við vorum að tala starfsþróun áðan og þjálfun, að þá erum við líka að þjálfa fólki okkar svolítið í því að andlegu heilsunni sinni líka. Því að hún skiptir ekkert minna máli heldur en þetta fysiska vinnuumhverfi og sú heilsa. Og við höfum verið að leggja mikla áherslu á það að fólk sé að átta sig á því að vinna, eins og maður segir, eigum að sletta á ensku work smarter, not harder, af því að stundum gríðarlega mikið álag hjá okkur. Og það kannski stærsti áhættuþátturinn hvað varðar heilsu starfsmanna, það rosalega mikið álag. Það mikið að gera, það koma stóra sendingar og það einhvern veginn langar raðir á pósthúsum og við þurfum að hjálpa fólkinu okkar að kunna setja mörk og virða mörk. Setja bæði sjálfum mörk og öðrum mörk þannig að við séum ekki einhvern veginn að vinna úti í óendanlega, keyra okkur í þrot og lenda á vegg. Þannig að við þurfum alltaf að vera aðlaga starfsemina okkar að því að við getum haft starfsfólki okkar heilbrigt og þannig að því líði vel. Og þetta rosa stórt challenge vegna þess að við þurfum virkilega á því að halda að geta verið að staði vaktina og unni hratt og unni mikið en við verðum að geta gert án þess að keyra fólki þrot. Þannig að fólk sé meðvitað heilsutengda þætti, góða næringu, hreyfingu og huga vel að andlegri og líkamlegri heilsu skiptir mjög miklu máli og þetta partur af þessari starfsþróun og þjálfun sem við erum að vinna í að auka líka bara vitund fólks þetta. Það segir sig sjálft að þegar að það eru stóri dagar, þegar mikið af magni í pípunum, þú veist það mikið af sendingum, margir pakkar eða margt í gangi á pósthúsunum til dæmis bara þegar eru svona í jólunum til dæmis, að þá segir sig sjálft að það geta myndast streituvaldandi aðstæður á vinnustæðunum. Og það alveg streituvaldandi að sitja í afgreiðslu á pósthúsi og það eru 30 manns í röð og einhvern veginn og það allir að hafa undan. Þannig að við reynum eins og við getum að vanda okkur í því að hafa þá nægt starfsfólk til þess að geta skipt út af. Það hefur ekki alltaf tekist, stundum okkur vanta fólk og stundum við einhvern veginn að reyna svona innan dagsins að bjarga hér og bjarga þar. Þannig að það geta myndast mjög streituvaldandi aðstæður. Mjög mikilvæg partur af þjálfun starfsfólks og starfsþróun starfsfólks að það sé meðvitað hvar streituvaldarnir eru og við þurfum þá að vera að vinna með þeim í því, hvernig við getum fjarlægt streituvaldana þannig að við getum verið að vinna í svona sæmilega eðlilegu umhverfi. Auðvitað það eðlilegt í fyrirtæki eins og Póstinum að það koma álagstoppar og við þurfum bara að setja undir okkur hausinn og go for it en alla jafna þá skiptir mjög miklu máli við séum meðvituð streitu. Við setjum mörk og virðum mörk og reynum að vinna skynsamlega en ekki eins og hamstrar í hjóli því að það skilar okkur litlu. Þannig að þetta klárlega eitt af okkar áhersluefnum í mannauðsteyminu og stjórnendateyminu að vera meðvituð.
undanfarið 1,5 ár, þá erum við búin að ganga í gegnum mjög stórt og mikið breytingaferli. Og þetta breytingaferli sem við erum búin að ganga í gegnum hefur haft það í för með sér að við höfum þurft að gera alls konar ráðstafanir. Við höfum þurft að sameina deildir og við höfum þurft að færa til fólk og við höfum líka þurft að grípa til þess ráðs að segja upp fólki. Þannig að það kemur ýmislegt upp í þessari daglegu starfsemi þegar við erum að þróa fyrirtæki okkar í þá átt sem við viljum að þróast í dag. Þá kemur ýmislegt upp sem við þurfum að tækla dagsdaglega. Og ég held að sé óhætt að segja að það erfiðasta sem að við höfum þurft að ganga í gegnum eru hópuppsagnir sem við höfum þurft að grípa til og líka bara minni uppsagnir sem að eru alltaf að eiga sér stað öðru hverju þegar við erum að aðlaga reksturinn straumlínu laga starfsemina að þörfum markaðarins í dag. Og þetta getur bara verið flókið, þetta getur erfitt og þetta reynir á. Og það er aldrei auðvelt að þurfa að takast á við verkefni eins og uppsagnir. Og svo koma annað mitt í þessu hjá okkur, við erum í bara þessum breytingafasi hjá okkur, höfum þurft að fækka stöðugildum allverulega hjá okkur og við erum nýbúin að ganga í gegnum þetta í janúar, þess að vorum við í svona breytingafasa hjá okkur þegar að NM-breytingin skellur á okkur og reyndar öllum öðrum fyrirtækjum í heiminum sem er kórónuveirufaraldurinn. Og þá skiptir svo miklu máli að þegar eitthvað svona kemur upp, eitthvað sem aðeins raskar og jafnvel töluvert mikið meir en raskar, að við séum mjög vel viðbúin. Og lykilstjórnendateymi hjá okkur, við tókum bara eins og í COVID-faraldrinum sérstaka vinnustofu það, ok, hvert er okkar hlutverk á krísutímum? Hvernig eigum við að standast þetta álag sem er núna, hvernig eigum við að bregðast við? Og fundum bara út úr því hvaða er sem skiptir máli þegar að mikið liggur við og skyndilegar og erfiðar breytingar verða, hvort sem það eru uppsagnir eða sameining sviða eða deilda eða COVID-faraldur, lokanir og póstur sem fólk sent heim og alls konar óviss og ótt í gangi. Og þá skiptir mjög miklu máli að við séum með gott upplýsingaflæði, við séum að koma bara heiðarlega fram og segja bara satt og rétt frá öllu sem er í gangi hverju sinni, alveg sama hvaða, utanaðkomandi aðstæður þetta eru, að við komum þannig fram og fólk treysti því sem við segjum. Því að traust er númer 1, 2 og 3 þegar kemur því að stýra fyrirtæki á krísutímum eða á erfiðum tímum. Og að við séum í svona eins daglegum kontakt og miklum stuðningi við starfsfólk og hægt er. Og að því við erum búin að ganga í gegnum svona mikið breytingaferli, þá höfum við það sem að við höfum til dæmis þurft að segja upp starfsfólki, þá höfum við reynt að fremsta megni að styðja líka við fólki sem er eftir á vinnustaðnum. Við höfum boðið upp á í langflestum tilfellum aðstoð við fólk sem hefur mist starfið sitt hjá okkur, sérstaklega þegar hópuppsagnir eru að ræða, það er svolítið stærri pakki, þá höfum við boðið upp á aðstoð, bæði sálfræði aðstoð út af því að það er áfall að missa starfið sitt og eins aðstoð frá ráðningarstofu. Við höfum líka verið boðin og búin í mannusteymuna að hjálpa til. En það gleymist líka stundum að það er fólk eftir á vinnustaðnum sem að situr bara, og hvað með mig, betur, nú er allir hinir farnir og ég eftir og bara, fólk getur fengið samviskubit og upplifa reiði og bara, hvernig á ég að gera þetta, þannig að við höfum líka þurft að grípa það og styðja við þau. Og þá skiptir hlutverk stjórnenda svo miklu máli, vera styðjandi og vera hvetjandi og setja sér svolítið í spor fólksins. Þannig að hlutverk stjórnenda þegar komið breytingar er gríðarlega mikilvægt og það skiptir traust, eins og ég sagði áðan, lykilmáli, upplýsingaflæði og traust. Þannig að við þurfum að vera til staðar og við þurfum líka, fólk þarf að finna það að við leiðum það í gegnum þetta og þess vegna er líka svo mikilvægt eins og við sögðum áðan, eins og ég sagði áðan, að við vorum að mæla upplifun fólks í COVID-faraldrinum og vildum fá bara endurgjöf á það hvernig er lykilteymið og hvernig eru stjórnendur að standa sig. Og starfsfólki á póstunum var mjög ánægt með það hvernig stjórnendur voru að tækla það. Og það vil ég að miklu leyti þakka þeirri þjálfun sem að við höfum sett okkar stjórnendur í, að vera meðvituð styrkleikana sína, vera meðvituð það hvaða topphöðun er best að sýna þegar erfiðar aðstæður koma upp og hvernig get ég sem best staðið með þessu stjórnandi. Því við vitum aldrei hvað kemur upp. En við þurfum alltaf að vera að trú okkur sjálfum og trú því markmið okkar að við erum líka til staðar fyrir viðskiptavinum okkar. Það er svolítið gaman að segja frá því að hvernig svona ákvarðanatöku er háttað í fyrirtækinu í dag
og ég búin að vinna í nokkuð mörgum fyrirtækjum og bæði opinberum og einkageiranum og það mjög mismunandi hvernig ákvarðanataka fer fram og partur af því að breyta menningu fyrirtæki þannig að við hreyfum okkur hraðar og hreyfum okkur nær viðskiptavinunum það að við þurfum að taka ákvarðanir hratt og vel og við getum ekki leyft okkur einhver svona langan prósess í því að fara að breyta einhverju því að þá bara einfaldlega missum við lestinni og viðskiptavinurinn fer eitthvað annað. Þannig að við tökum ákvarðanir hratt og vel og við erum með lykilstjórnendateymi og hver lykilstjórnandi svo með teymi á bakvið sig. Þannig að við erum svolítið fókus á það að ákvarðanirnar sem við erum að taka snúa alltaf á því hvernig við erum að geta bætt þjónustun okkar, hvernig við getum aldrei starfsmönnunum okkar líða vel og hvernig reksturinn okkar getur verið sem hagkvæmastur, arðbærastur og heilbrigðastur. Og þannig að við tökum ákvarðanir sem að snúa því að gera gott betra. Og við erum ekkert að flækja það með einhverjum flóknum ákvörðunarferlum heldur við skoðum bara hver staðan í dag, hvert virðið og hvers virði það að taka þessa ákvörðun, skiptur máli fyrir viðskiptavininn, eykur hann hans ánægju, þjónustu upplifun, ef hún góð fyrir reksturinn, hefur hún áhrif á aðra deildir og ef það er bara good to go þá bara go for it. Ef ekki, þá skoðum við hvaða hindrunum þurfum við að ryðja úr vegi, gerum það hratt og vel og bara good to go. Þannig að þetta að gera það að verkum núna að við erum að ná mjög mikilli stafrænni umbyltingu og ótrúlega skömmum tíma. Og það er kannski hægt að segja það að pósturinn hafi verið í ákveðinni stafrænni skuld vegna þess að viðskiptavinurinn er komið með snjalltæki og bara ákveðna þarfir. Hann miðar við vefverslanir út í heimi og alls konar afhendingaleiðir sem að hann sér annars staðar og vill náttúrulega sjálfsögðu fá. Þannig að við höfum bara hreyft okkur ótrúlega hratt og vel og tekið þar að leiðandi ákvarðanir sem að snúa því að bæta þessu þjónustu. Og þetta held ég sé stór partur af því að bara að vera með puttan á púlsinum og vera það sem viðskiptavinurinn er. Þannig að ákvarðanir okkar snúast alltaf það. Hvernig getum við sem best þjónusta viðskiptavinin? Sko, ég er að segja það, ef þú myndir spyrja mig núna að því hvað stæði upp úr í póstunum umfram aðra vinnustæði, þá myndi svarið mitt vera bara gleði og hraði og svolítið svona eldmóður sem að felst í því bara hvernig getum við gert betur og það eru allir svo gríðarlega spenntir, allir sem hvort hafa unnið þarna lengi eða eru nýkomnir til starfa og það er alltaf svolítið gott að hafa heilbrigða blöndu af ferskum augum og reynslumiklu fólki og við einhvern veginn höfum náð svo ótrúlega vel að láta fólk vinna saman og alltaf með þetta markmið, það er ánægður viðskiptavinur, ánægður starfsmaður, heilbrigður rekstur og bara gleði í því að fá að taka þátt í þessari vegferð. Og bara það, bestu verðlaunin sem er betri en okkur einasti launatjekki hjá starfsmanni hjá póstinum er það að fá bros og ánægju frá viðskiptavinunum okkar. Og það er það sem stendur upp úr hjá okkur, það er bara allir tilbúnir að leggja sitt að mörkum og það er stemning í póstinum. Og ég er ótrúlega stolt af þessu fyrirtæki, ég er stolt af starfsfólkinu okkar, hvernig okkur hefur tekist að umbreyta menningun okkar, við erum ennþá út í miðri á, við erum miklu meira eftir, miklu meira inni en við erum á ótrúlega skemmtilegri leið. Og ég gæti ekki verið glaðari með vinnustað eða samstarfsfólk.